Jæja, góðir áheyrendur, velkomnir í þátt númer 114 af sjónvarpslausum fimmtudögum. Við tökum hér upp í sitt hvoru lagi. Sigmundur Davíð, þú ert á Suðurlandin einhvers staðar og ég í hylkinu mínu hérna niður í Vonarstræti. Það er svona frágangsvika í gagnvart þingstörfunum eða undirbúningi þeirra búin að vera núna í vikunni sem er að verða liðin. Við erum að taka upp á föstudags eftirmiddegi. Það er verið að semja um skiptingu nefnda og hvar formennskur og varaformennskur liggja og þar fram til göttunum allt tekur þetta bara smá tíma en síðan er undirbúningsnefndin að störfum og það er búið að festa þingsetningardag þriðjudaginn í annarri viku þann 4. febrúar og þá styttist nú í að menn fari svona að komast í tæri við ráðherrana í fyrirspurnatímanum og þess og stuði getur aldeilis byrjað. Sigmundur Davíð, hvernig líst þér á stöðuna sem er að teiknast upp? Já, mér líst vel á þetta sem loksins var á stað og ég hugsa að stjórninni hafi nú liðið ágætlega að tefja þetta, ef svo má segja, að þingið kemur saman. Já, þetta er ákveðið skjól sem þið fá. Já. Og leið hefur ótrúlega margt gerst. Þrátt fyrir að þing hafi ekki verið komið saman, Viðreisn sýndi hvert hún stefnir til Brussel og bara með fyrstu flugvél. Já. Það ræða við einhverja pótintáta þar eða talsmenn þeirra og Samfylkingin, hún hefur verið að vinna í sínum innri málum. Það er þá orðið formlegt núna að Dagur er ekki aukaleikari eins og haldið var fram, hann er bara statisti. Já, það er það sem virðist vera verkefni næstu ára hjá honum. Og svo er það Flokkur fólksins. Hann hefur nú sýnt töluvert mikið á spilin. Já, hann er búinn að vera aðaleikari síðustu daga og vikna. Já. Og ekki endilega með jákvæðum formerkjum ímynda ég mér eins og það horfið við Þorgerði og Kristrúnu. Nei, varla, en þetta er auðvitað afleiðing af því hvernig stofnað var til þessari stjórnar. Það er svona Flokki fólksins er kippt þarna inn, fyrst að hugmyndir Pírata náðu ekki fram að ganga af augljósum ástæðum. Og Framsókn ekki heldur. Aðal hugmyndin var væntanlega kippa Framsóknin í þetta. Í þeirri vissu að Framsóknin myndi láta sig hafa hvað sem er til að fá að vera í ríkisstjórn, en svo bara gengu tölurnar ekki upp. Þannig að það gengi eftir og þá fær Flokkur fólksins þetta tilboð sem að hann greinilega bara stökk á. Já. Og hafði ekki lengur áhyggjur af ekki bara kosningalofurinn sínum, heldur stefnu flokksins frá upphafi og svona helstu yfirlýsingum í aðdraganda kosningana. Þannig að þetta verður eitthvað skrautlegt, held ég. Já, þetta er, manni sýnist bara, ef maður vissi ekki betur, þá myndi maður halda að vera sérstakt markmið að framleiða efni fyrir stjórnarandstöðuna núna við þingbyrjun. Já, ég kalla þetta flokk fólksins, er ekki félag fólksins? Félag fólksins, eða félag Ingu Sæland, það er eftir í svona hvern þú spyrð. Já. Og en sko, ef við horfum bara á ráðherra hópinn þeirra, Inga Sæland sjálfu þetta í þessu klafsi, gagnvart bæði þessum styrkjamáli og síðan ýmsu öðru. Eyjólfur Ármannsson hljóp beint í andstöðu við sjálfa sig frá því fyrir kosningar og eftir og svo náttúrulega sko Ásthildur Lóa bíður þess væntanlega núna bara dauðþræddin í ráðuneyti að verkfall kennara bresti á og það verður áhugavert að sjá hvernig hún tekur á því þannig að þetta er ekki svona mikið af þessum málum eru þetta svona sjálfskaparvíti og heimatilbúin vandamál flokksins en síðan sko er nóg af öðru það sem svona bara raunheimar banka upp á. Já. Ef við förum stuttlega yfir þetta bara það sem að komið í ljós nú þegar, þá fóru náttúrulega 450.000 krónurnar skatta- og skerðingarlaust að mann bara það fóru út úr gluggann. Já. Og búið útskýra það sé vegna þess að það er aldrei staðið til að framkvæma það nema flokkurinn fengi meirihluta atkvæða á þingmanna sem að gleymdist reyndar að nefna fyrir kosningarnar. Skiptist á máli. Og saman má segja skattinn á lífeyrissjóðina
ekkert varð úr því. Nei, nei. Nú bókun 35 sem að, sem að flokkurinn hafi teikað okkur töluvert í að lýsa eindreginni anspurnu við. Og Eyjólfur Ármannsson lýst því skýrt yfir að væri brot á stjórnarskrá. Já, svo eins og við höfum rakið hér áður, þá var það nú bara held í fyrsta viðtalinu við hann, ef ekki fyrsta viðtalinu við nokkurn ráðherra, Já, já. þar sem hann lýsti því yfir að hann myndi nú aldeilis samþykkja bókun 35 og ítrekkaði síðar að hann teldi þetta enda að vera brot á stjórnarskráin. Hann ætlaði samt að láta sig hafa það. Já, þrátt fyrir að hann vissi ekkert hvort að málið hefur verið rætt í stjórnarmyndinu. Það eru mjúkir ráðherrastólarnir. Já, já. Svo er náttúrulega Evrópusambandið. Hefur ekki félag fólksins þóst vera andsnúið Evrópusambands inngöngu og ferri vekkferð allri. Jú, jú. En svo heyrist ekkert í því núna þegar að utanríkisráðherrann byrjar að leggja línurnar fyrir ríkisstjórnina með ferð sinni til Brussel. Og ég geti nú eitt er að flokkur fólksins eða félag fólksins gangi í sig með afstöðu til Evrópusambandsins en mig gruna nú að Kristrúnu og Samfylkingunni sé nú einhverju marki og yfir því hversu hratt Þorgerður ætlar að keyra þessa vekkferð af stað og áfram. Því að það er nú þannig að þingið er ekki einhvern komið saman og í einhverjum samhengi þá situr nú ríkisstjórnin í skjóli þingsins og þannig að það kemur ekki á óvart að Samfylkingin væri svona aðeins með í maganum yfir þessari hraðferð Þorgerðar því að Kristrún talaði náttúrulega mjög skýrt í þá veru að vilji ekki etja samfélaginu í þetta ósætti núna þegar mörg önnur verkefni væri mikilvægari og þyrfti að ná utanum. Já, já. Akkurat, jú, maður hefur heyrt af því að aðeins órólegir jafnvel innan Samfylkingarinnar sem að var nú stofnuð sem ESB-flokkur en Kristrún reyndi aðeins að, já, ég segi ekki rétt að þann kús en allavega setja málið til hliðar. Já, já. Þannig að þetta er kannski ekki alveg hentugt í því að stilla nýju Samfylkinguna. Nei, ég held að þetta sé ekki að gera nýju Samfylkingunni neina greiða og þetta mun jafnframt ábyggilega hafa áhrif ef að flosnar upp úr þessari ríkisstjórn sem gæti til dæmis gerst með, segjum bara mögulegu gjaldþroti félags fólksins ef að ríkissjóður gerir kröfu að fá endurgreiddar þessar 240 milljónir. Já, já. Heldurðu að það sama verði látið gilda þetta félag og önnur félag sem að væru ekki að lögum? Já, ef við sjáum bara til dæmis með hvað hætti öryrkjar og aldraðir eru krafðir endurgreiðslu þegar umframgreiðsla kemur til, þá er engin miskunn sýnd þar. Ég sá og þrátt fyrir að mistökin hafi verið hjá kerfinu kraftinu með öðrum. Það er engin miskunn. Nei, ég sá Daði Már fjármálaráðherra var með, ég er reyndar ekki búin að lesa fréttina en ég sá bara fyrirsögnina þess efnis að það er þetta að fara lögum í þessu samhengi og það kemur nú óvart ef að á sama tíma og menn kalla eftir sparnaðaráðum úr öllum hornum að menn létu 240 milljónir sem að ríkissjóður greiddi út fyrir mistök liggja óbættar hjá garði eða ósóttar. Morgunblaðið hefur nú hans rakið þessa sögu og dregið fram að skýringar Ingu nú ekki alveg staðist af því hvernig þetta allt hefur gengið fyrir sig en það er nú eins og stundum. Ég man að það var skrautlegu kafli í bók Halldórs í Holti þar sem hann gaf út fyrir nokkrum árum fjármál flokksfólksins eða félagsfólksins. Já, alveg rétt. Sem að vakti takmarkaða lukku hjá formannum. Já. Þannig að þetta er ekki ný saga virðist vera að það sé svona eitt og annað skrautlegt hvað fjárhaginn varðar. Akkurat. Þetta er mjög áhugaverð mynd að teiknast upp því að þetta eru þetta vandamál sem enda í fanginu á Þorgerði og Kristrúnu að því leyti að flokkur Þorgerðar fer auðvitað fyrir fjármálaráðuneytinu og mér minnir nú að forsætisráðuneytið hafi
hafi einhverja aðkomu að sko mati og útgreiðslu þessara styrkja, þó ég verða að viðurkenna ég er það að rifja upp reglurnar. Þannig að, en sko stóra pólitíska atriði sem að lendir í fanginu á forsætisráðherra og utanríkisráðherra er bara á að sækja þennan pening sem var greiddur út fyrir mistök. Og Já, sú ákvörðun þýðir auðvitað að ríkisstjórnin er búin. já, En það skiptir kannski ekki öllu já, máli sko fyrir kjósendur félags fólksins því að það virðist ekki vera ætlunin að standa við neitt af lofurunum sem voru gefin. Allavega nei, ekki þessi stóru. einmitt. Mm. En svo er hitt líka ef að menn hlutast til að sleppa flokki félagi fólksins við þetta, þá eru samstarfsflokkarnir búinir að gera sig á vissan hátt meðseka. Já, já, Þannig að þetta já, er já. þröng staða við að eiga. Þetta er það og undir er þetta alltaf líf ríkisstjórnarinnar Já, og það mun gæti skaðað sko samfylkinguna og Viðreisn mjög ef að sko þeir tveir flokkar sitji uppi með þá heitu kartöflu að hérna að svona líta framhjá vandanum sem þarna liggur fyrir til þess að verja ríkisstjórnina. Því að já, það eru þetta ekki sko ekki hugsunin að það sé ekki á kostnað skattgreiðenda að halda saman ríkisstjórn. nei, það ætti ekki að vera þannig. Þó hafi nú stundum verið á síðasta kjörtíðanbili. Já, já, það er hérna, En það það er dálítið þannig sko. farið heldur illa með skattfé. Já, það var eins og það verið sérstakt markmið á köflum en nú eru þetta nýir herrar í stjórnarráðinu og hérna og það var nú svona sérstaklega lagt upp með ráðdeild og sparsemi og hérna svona það að vel yrði gætt af því að fara að reglum og þar til göttum þannig að nú bara strax áður en að þing kemur saman kemur upp mál sem reynir á kannski mörg af þeim atriðum sem að hæst var látið með. Já, já. Og Þannig það er alveg ljóst að þetta er ekki í samræmi við lög. Já, það kuður vera alveg ljóst. Nú er já, samkvæmt svona þeim sem ég hef heyrt í sem að hafa djúpan skilning á þessu regluverki, þá kuð þetta vera svona klift og skorið til þess að gera. Já, Mm. já, það er áverðið að fylgjast með þessu. Og á sama tíma heldur félag fólksins áfram að skipta algjörlugum kúrs. Fyrrnefndur Eyjólfur samgönguráðherra hafði nú eins og aðrir félagsmenn lýst því yfir, komið með okkur í það og það hafi ekki verið alveg frá upphafi en komið með í andstöðu við þessi gölnu borgarlínu áform Já, já. og farið mikinn í því. Kall ángin, ég skrifaði nú pistil í mokkan þar sem ég vorkenndi honum aðeins að finna sig í þessari stöðu en hann þurfti ekki sko eitt að mæta þarna sem samgönguráðherra og taka skóflustunguna en hann fór bara langur í þá vegferð að bara segja þetta mun bara skipta mjög miklu máli. Þetta verður bara allt saman frábært. Það sem hann hafði bara gagnrýnt eins og hann bara eins og hann mögulega gat fram að rétt fyrir kosningar. Já. Og hann byrjaði nú á því að bara allt í henni vera á því hlindur borgarlínunni og svo mætir hann til að taka þessar fyrstu skóflustungu og eins og segir lýsir því hvað þetta hafi mikil og jákvæð áhrif. Sami maður og var nýbúinn að segja að þetta hefði engin áhrif og væri fráleitur ástöðun. Já. Og svo farin að einhverju miklu miskilningi að lýsa hvað þetta myndi bæta flæði umferðar sko fjölskyldubílsins og atvinnubíla á stofnbrautum bæjarins en staðreyndin er svo að það mun ekki eitt slíkur fara þessa göngubrú sem á að byggja þarna. Nei, það er mitt. Svo er Íslandsbanki. Já, Íslandsbanki, heyrðu, það er rétt. Inga hélt nokkra ræður að það væri nú bara nánast glæpsamlegt að stjórnvöld ætluðu sér að selja restina af Íslandsbanka, gullgæsina, slátra gullgæsinni og setja hérna á grillið og það voru mikla lýsingar en núna það eru búin að fá sitt komin með ráðuneyti og þá bara er þetta besta mála að þennan marki. Það er líklega ekki oft gerst að það hafi komið svona hratt
í ljós út á hvað félagskapurinn raunverulega gekk Nei, að nei. komast í ráðuneyti. Og allt talið, allar yfirlýsingarnar og loforðin voru bara liður í því markmiði auðvitað. Já, já, það er það sem kom strax á daginn, sko, og það er náttúrulega það sem verður nú ætlaðlega, sko, erfitt fyrir, sko, Samfylkingun og Viðreisn gagnvart því að þetta flosni mögulega upp úr þessu. Sko, það kemur ekki, sko, svona ódýr samstarfsaðil inn í neinu samhengi, sko, því að það er auðvitað þannig að félag fólksins virðist alveg frá bara þarna strax á kosninganóttina hafa flaggað því að það væri allt umsæmjanlegt og eftirgefanlegt, Já, sem að vekur nú þetta hóflega lukku ímyndaði mér hjá þeim sem að vörðu atkvæðinu þar á grundvelli þessara, eða vegna þessara digurbarkalegu kosningalófurða. já, já, maður skildi alltaf það. Já, já. En þannig að þetta verður, en þarna verður sem sagt, það verður væntanlega það þingsetning fjórða, þriðjudaginn fjórða og svo verður væntanlega stefnuræðan þann 5. myndi ég halda og Já, og síðan byrjar ballið. Og ballið byrjar auðvitað með stefnuræðinni, ég held að það sé nú svona kannski, ég man ekki eftir að menn hafi verið búin að gera svona mikinn usla og óskunda í raun áður en þing kemur saman síðan Miðflokkurinn kom hér inn 2017. nei, akkurat. Þannig að Þetta verður áhugavert. þetta verður gaman að þessu. Já, Það verður allavega áheyrendur geta þurfa að kaupa popp og kók til að vera tilbúnir í allar þessar æfingar. á sama tíma verður mikið um að vera í Sjálfstæðis- og Framsóknarflokki. Þeir eru báðir að fara Heyrðu, í það er rétt. landsfundi, er það ekki? Heyrðu, og Þórdís Kolbrún búin að ákveða að stíga frá forystunni. Er þetta bara að enda í slag Áslaugar og Gulla? Enn einn Reykjavíkurslagurinn. Hvað ætli Guðrún Hafsteinsdóttir Já, gerir? ég myndi nú veðja að hún gefur kost á sér Já, í formennsku. já, akkurat. Hvað gerir Gulli? Nú er samherji hans, Diljá, það er hann að tala um að það komi til greina að hún bjóði sig fram Já, í formennsku. já. Þau fara nú Kannski varla að búið bæði. sér til stöðu fyrir varaformannsframboð, maður, er það ekki? Það gæti verið, sko, en þau fara í öllu falli valla bæði, sko. Það held ég að Ekki sé, sama embætti, nei. nei, það held ég að sé útilokað, sko. Það er mikið traust þeirra á milli. Hmm. En þetta er svona, þetta breytir dálítið svona, svona mögulegri samsetningu að Þórdís stíði þarna út úr þessu og það er náttúrulega svona, manni finnst maður nú aðeins geta að lesa á milli línanna í yfirlýsingu hennar að hún sé nú kannski ekki að sjá fyrir sér að verja kjörtímabilinu öllu hér í stjórnarandstöðu með okkur. Nei. Ég held að það þurfi ekki frjóan lestur á yfirlýsingunni þó að þetta sé þarna í blálogin á henni að þá finnst mér svona dálítið gefandi fótinn með að hún sé að horfa til annarra átta. Já, það er spurning hvort að sá sem að tekur það við fylgir samt leiðsögn hennar mikilvægi þess að gera Sjálfstæðisflokkin en þá mildari, eða hvernig orðaði hún það? Já, auka hlýjuna var það ekki í stjórnmálunum. Já. Breikka faðminn og allt þetta. Já, ég er ekki sannfærður um að það sé það sem svona grasrótar kjarnastuðningsmenn Sjálfstæðisflokksins sé að kalla eftir svona, með það í huga hvernig slík nálgun hefur gengið undanfarin kjörtímabil. Já. En veldur hver á heldur. Mitt. En sko ég held að en sko þetta hlýtur sko nú er 2004, það er ekki nema sko 5 vikur í setningu landsfundar. Þannig að menn hljóta nú að fara að svona gefa sig upp hvaða hverju. Það er í rauninni engin, Þórdís hafði náttúrulega sagt í hverju viðtali sem hún á fætur öðru að flagga því að hún teldi sig tilbúna til að taka við forystunni, þannig að það reiknuðu nú allir með að framboð væri svona örugt frá henni, varaformannum, en sko Áslaugu Arna
Gulli, Diljá, Guðrún, öll allir nema svona, við vorum ekki búin að spá því að hún væri nú kannski ekki fram. já, 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 akkurat, akkurat. Það er hérna, já, rétt allir nema við. Það er hérna, en sko þau hljóta að fara að gefa sig upp, sko, því að það er svona, manni finnst einhvern veginn ólíklegt að það verði það verður þetta áhugavert ef einhver blokk myndað sko, tveir þessar aðeila semji sín á milli um formennsku og varaformennsku, þá þrengir að fyrir aðra sko, en svo þetta verður áhugavert að sjá hvernig varaformennskan spilast Já, já. og þar eru þetta eintök öll þessi nöfn í sjálfu sér og Jens Garðar Helgason auðvitað lítur að koma sterklega til greina þar og Já. og Og ætli Diljá bjóð sig ekki fram í varaform. ég, Ég ég myndi myndi, veðja á ég það. myndi halda það sko, ef Jens Garðar, Diljá, Áslaug Arna þolir auðvitað alveg að vera varaformaður en ég myndi svona ólíklegt að Gulli færi það en það kemur í ljós og Guðrún En heldur Hafsteinsson að Gulli bjóði sig fram? held ég, Já. já ég held það, ég held það. Og svo náttúrulega Guðrún gæti sömuleiðis sómt sér vel í varaformans stólnum sko, þannig að það er hellings sko, keppni eftir þar þegar er búið að klára formanslægin. Já. Einmitt. Ég ætla að spá því að Gulli, Áslaug og Guðrún gefa öll að kosta á sér í formennskuna. Ég ætla að geyma það aðeins, ætla að fara inn á Cool Bets og sjá hvernig stuðullin er. En ég er nú svona, hef grunum, já ég er búinn að mynda mér afstöðu um það hver vinnur, en ég held að varaformaðurinn ráðist af mjög miklu leita því hver hefur formannslægin. Einmitt. En þessi stuðlar á veðmálasíðum, ráðast þeir ekki fyrst og fremst jafnvel eingöngu af því hversu mikið er veðjað á hvern og einn. Þegar mikið er búið að veðja á hvern einn, þá aukast líkurnar eða stuðullin lækkar af því að Jú. En ég held að sé líka einhver svona handvirkumekanismi þegar það er ekki þannig að ég geti farið í einhverjum stríðnisskýr inn á þessar síður og lagt mikinn pening undir að Sigmundur Davíð Gunnlaugsson verði næsti formaður Sjálfstæðisflokksins og þú allt í einu verði þar með stöðulinn 3 sko. Ef það væri þannig þá væri ég búin að því sko. Þannig að ég stríðnispúkið er alltaf það verður að hafa gaman að því líka en þetta er en svo þetta er Sjálfstæðisflokkurinn eftir 5 vikur og svo er náttúrulega Framsókn þar þú þekkir nú regluverkið þar betur en ég en er ekki í rauninni búið að setja af stað ferli þar sem að getur ekki enda öðruvís en að flokksþingið þeirra verði flýtt mjög verulega. Jú, ég held að það sé óhjákvæmilegt. Það er haldinn landsstjórnarfundur sem er stjórn flokksins og forminn kjördæmasambanda, slíkt, ekkert mjög stór hópur. Og landsstjórnin boðað til miðstjórnarfundar sem svo boðað til flokksþings. Já. Og mér heyrist á umræðinni þarna að menn vilji að þetta bara gerist sem fyrst. Og þá er Sigurður Ingi væntanlega í snúinni stöðu og þá er hverjir verða þá að slást? Lilja Dögg Alfreðsdóttir varaformaður, Einar Þorsteinsson borgarstjóri, Halla Hrund, oddviti í suður, Ingibjörg Ísaksen þingflokksformaður. Er þetta ekki hópurinn? Já, þetta er þeir sem hafa verið nefndir oftast og svo eru þetta einhverjir þannig utan þingflokks, allmargir núna. Jú, vissulega. En hvort menn fara út í það er ekki gott að segja, en er ekki Willum svona líklegastur úr þeim hópi sem að það er í rauninni Willum og Lilja sem svona væntanlega hafa afl sem má segja til að vera utan þings stund en gallin eru þetta ef að kjörtímabilið verður 4 ár þá er það skrambi langur tími til að vera formaður utan þings. Já, það er það. En svo náttúrulega ræðst niðurstaðan frá Framsóknarflokknum nú til dags ekkert alltaf að vilja flokksmanna. Nei. Þannig að þá að einhverjir séu vinsælli en aðrir, þá er ekki þar með sagt
að þeir endilega geti tryggt sér þetta þegar að, einhverjir hafa hönd í bagga með hverjir fá að mæta á fundin og hverjir fá að greiða atkvæði og svona. Nei, akkurat, Þannig akkurat. að það er ekki hægt að kveða upp úr þetta enn sem komið er, en það verður óvart að fylgjast með þessu ekki síður en Sjálfstæðisflokknum. Já, já. En Og það allt er nú á verður þetta í gangi. báðum stöðum er ábyggilega mikill slagur og sérstaklega á Sjálfstæðisflokknum í öllum þessum félögum, hverfa félögum og þess háttar sem að eiga rétt á fulltrúum á landsfund. Það er ábyggilega mikill slagur framundan næstu vikurnar á meðan er verið að manna þá lista. Já, já. Þetta Svo lítur vel að keppnum að komast í einhvað í þinginu, í fyrirspurnir og slíkt. Já, Þessar vikur. En þetta er auðvitað sko einfalda staðins núna sko því að það er auðvitað eins og fyrir sjálfstæðisflokkin sko þá er auðvitað blasir við að Hildur Sverrisdóttir þingflokksformaður er með fyrstu innkomu í störfin ef að hún er með efni í fyrirspurn sko. Því að það eflust verið einhverja vangaveltu hvort að varaformaðurinn myndi stíga inn núna þegar formaðurinn er semst ekki í þinginu en núna þegar Þórdís Kolbrún er búin að stimpla sig út úr þessu þá held ég að Hildur hljóti bara eins og reglurnar svona gera ráð fyrir bara halda á þeim pósti þannig að svona þrengir aðeins að öðrum frambjóðendum. En það er annars við þetta skrautlegt kapplöp að svona að breiða úr vængjónum. Já, já. Heldur það Hildur bjóði sig fram í eitthvað? Á landsfundinum? Á landsfundinum. Já, hún væri nú vel til þess fundin sko, en maður átti sig ekki á því sko, hún er náttúrulega bara er náttúrulega á stórum mikilvægum posti sem þingflokksformaður en ég held að hún væri flott inn í stjórnflokksins hvort sem það veri ritarembættið eða eitthvað annað sko en ég sérstaklega núna meðan þessar viðræður eða þessi frágangur á nefndum og öðrum póstum gengur yfir þá veit ég að þingflokksformenn er allir með fangi fullt. Já, já. Þannig að en hún væri mjög flott á þeim póstum sem þarna verður kosið um. Þetta segir þrátt fyrir mikla ritdeilur ykkar. Já, sem hófust reyndar með því að ég var að deila við hana, svona tókst þú við. Enn einu sinni gerist það, þú gerðir eitthvað að þér og ég lenti í vandræðum. Bara... Gerði, já, ég var bara að reyna að benda á sannleikann en það er vist glæpur sem það. Nei, það er bara mjög gott á milli okkar Hildar og fólk verður að geta tekist aðeins á efnisatriði á þess að það verði persónulegt sko, þannig að það er engin eftirmálar af því en það var bara hressandi tilskrifi í báðar áttir þarna síðasta vor. Akkurat. Já, var það ekki síðasta vor? Þetta rennur allt, þetta líður svo hratt, jú, það var síðasta vor. Sakalega hratt. Já. Þannig að það er komið Super Bowl aftur. Mér finnst að það er bara í þar síðasta mánuði. Þetta er algjörlega ótrúlegt, sko. Heyrðu, en svo virðast menn hafa klúðrað einhverju sýnist mér, ég þarf nú að skoða það betur en að því að þetta rifast nú upp fyrir mér að því þú nefnir ritdeilu okkar Hildar, mér sýnist að menn hafi klúðrað einhverju þarna undir árslok síðustu varðandi þessa mannréttindastofnun sem að við teljum nú fullkomlega óþorfa. Stofnun ársins? Stofnun ársins, nákvæmlega, að þessi réttargæslumenn fatlaðra, þeir virðast hafa einhvern veginn þeim virðist hafa verið rétt stuttastráið og útfærð svona ráðningasamband þeirra, þau eru bara allir reknir og það var ekki minn skilningur að það væri hugsunin hjá forseta Alþingis þarna undir lok þings að það er í staðan heldur yrði farin millileikur og meðal annars þess vegna var farið í að fresta gildistökunni en þannig að við varum bent á þetta bara núna fyrir nokkrum dögum síðan að þetta er allt öðruvísi en ætlunin var. Þetta var ekki til þess fallið að bæta stöðu fatlaðsfólks. Nei. En það var bara búið að ákveða að það ætti að keyra þetta í gegn því að VG vildi það og eins og Hildur og fleiri mynda og Sjálfstæðisflokkurinn líka. Já, þetta var nú sitja mér uppi með þetta.
þetta verður hagræðingartillaga að, hérna, Já, að flýta sér hægt í að setja þetta á laggirnar. já Eh, nú að fara að vinna úr þeim og ég heyrði að gervigreind yrði fengin í að aðstoða við þá vinnu. Já, 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 skilaði með það. En, en það er ekki samt, vonandi ekki þannig að gervigreindin eigi að forgangsraða að taka einhverjar ákvarðanir, pólitískar ákvarðanir fyrir fólkið. Það verður tiltölulega veikt ef ríkisstjórnin kemur og svarar því til að spurð akkur þetta og hitt komist ekki að. Já, bara gervigreindin sá okkur að sleppa því. já, já, það mun ekki enda þannig, sko. Það er alveg, þau bara geta það ekki, það er niðurlægjandi fyrir þau sem á málunum mun að halda, sko. Það var nú ágætt samantekt eða svona yfirferð sko, allar þær hindranir sem hver og einn tillaga þarf að fyrir gegnum til að komast í mark í leiðara Morgunblaðsins í morgun, í föstudagsmokanum, það sem þetta var nú svona kannski dregið fram enn einu sinni hversu sko svona hversu svona líklegt er að góðar hugmyndir degi þarna á leiðin í mark, Já, því að það er þetta þegar eru konar fram, já, ef ég skila rétt rúmlega 3000 tillögur, þá er nú blasið við að eitthvað nothæft og bitastættir í þeim, annað er útilokað í raun, sko. En það á eftir að fara í gegnum embættismannakerfið og fyrst gervigrindina, svo vinnuhópin og svo embættismannahjörðina, ráðherrana, svona kolla kolli, sko. Þannig að þetta er svona, eins og ég skrifaði nú í pistli í mokkanum þarna strax eftir þetta kom fram, sko, ég er svona hræddur að þetta sé nú meira til þess að svona ásýndarmál heldur en ekki. En það er öflugum maður, Björn Ingi Viktorsson, forstjóri Steypustöðvarinnar, sem er komið þarna, leiðir þennan hóp, þannig að það verður nú áhugavert að sjá. Ég get ekki ímyndað mér að hann sé búinn að taka sér þetta verkefni til þess að slökkva á öllu sem gagnir af. nei, en margt af þessu eru náttúrulega tillögur sem að hafa komið fram áður og útgjöld sem að menn hafa lengi mátt vita að væri hægt að spara, en viljinn hefur bara ekki verið fyrir hendi. Nei. Og spurningin er þessna aðalega svo, verður viljinn til staðar hjá þessari ríkisstjórn til að framkvæma? Já, það mun reyna á. Það er allavega, þau fá svona prófverkefni núna strax með þessar 240 milljónir hjá Félagi fólksins. Já, Þannig að það verður áhugavert að sjá hvort að það verði strax verðmiðinn fyrir líf ríkisstjórnarinnar, og þá er þetta svona laskaða tiltrú á því að einhver meining sé á bakvið hvað meðferð skattfjár varðar, sko. Það sem er og fær okkur til útlanda eða? Já, er það ekki? Það er af nógu að taka. Það er Mikið gengið á, í Já. Bandaríkjunum ekki hvað síst. Já, akkurat. Nú er Evrópa orðin smeg við að dragast enn flekkar aftur úr Bandaríkjunum og öllum öðrum. Ég sá að frönsk og þýsk stjórnvöld eru farin að biðja að Evrópusambandið dragi aðeins úr umhverfisbrjálæðinu, Já. sem eru þetta að kæfa evrópskan iðnað. Já, svo náttúrulega sjá menn, sko, fyrstu ákvarðanir Trump eru þetta þeirra gerðar að það mun bara það mun skilja enn meira á milli á næstunni heldur en undanfarin ár framheldur sem horfir, sko. Þannig að þetta sjáu þetta allir óbrjálaðir stjórnmálamenn, en menn hafi ekki þorað að tala um þetta eða taka á þessu fyrir en að eins og núna menn bara sjá að staðan verður óbærileg innan ekki langs tíma ef ekki verður byrjað að vinda ofan á ruglinu. En þessi ríkisstjórn okkar, hún hlýtur að elta Evrópusambandið alveg jafn mikið og svo síðasta í öllu dellumargarínu. Það er alla líkur á því. Líka þegar við þurfum þess ekki, eins og í umhverfissköttunum og regluverkinu. Já. En á sama tíma þá fara Bandaríkin í allt aðra átt og mikilvægt fyrir Ísland að halda góðu samband við Bandaríkin og byggja það upp. Það er svona aðeins látið að sjá þetta góða samband ríkjana sem áður var. En það er mjög mikilvægt fyrir okkur að vera í aðstöðu til að gæta okkar eigin hagsmuna
og nálgast þá Bandaríkin og Evrópu út frá því sem að hentar okkar aðstæðum, Já, geta já. tekið ákvarðanir um það sjálf. Ég held til dæmis að við ættum alveg að geta samið við Bandaríkjamennina á þann hátt að það sé í því fólkum gagnkvæmur ávinningur Já, það er ekki fyrir þessi spurning, lönd. sko. Bara eins og gert hefur verið á fyrir stigum. Trump er náttúrulega fyrst og fremst í eðli sínu business kall Já, já. og hefur gaman af að gera díla. Ég ætla nú að panta bókin hans The Art of the Deal til að setja mig betur inn í hugarheimans, Já, já. en hann fer alltaf fram með einhver stór útspil og svo semur hann frá þeirri stöðu. Já, já, eins og Kanada og Grænland eru auðvitað í Já, já. brennidepli vegna slíkra yfirlýsinga, sko, en þetta er væntanlega allt hugsað til þess til að mynda sér samningsstöðu. Já. Fylgdistu með innsetningarathöfninni? Heyrðu, nei, ég svona, allavega mjög brotakent. Það var eitthvað sem hélt mér frá sjónvarpinu eins og stundu vil verða. En var þetta ekki mikil serimónía? Jú, og haldin innandyra vegna veðurs. Bara mjög flott allt saman. Dálítið skrítið leið að þarna voru saman komnar þessar fylkingar sem hafa nú búist að banna spjót síðustu misseru árin. Já, já. Og ofta mikilli heift, en það voru nú allir þægir þarna í salnum, nema náttúrulega Trump léti í sér heyra og flutti í ræðu sem var nú ekki svona hefðbundin innsetningaræða, því að hann, eins og hans háttur, talaði dálítið mikið hvað hinir hefðu verið ómögulegir. Já, já. En leið þá lýst hann stefnunni og áformum aðgerðum sínum meira en forseta kannski gera alla jafnan í svona hátíðaræðu. Já. Og var bara mjög afdráttarlaus með það. Það hafði nú komið fram áður að hann ætlaði að undirrita yfir 100 tilskipanir strax á fyrsta degi, forsetatilskipanir. Já, já. Sem nú skemmtilegt vald að hafa, geta bara stjórna með tilskipunum. Þetta er mjög ólíkt því sem hérna er. Já, menn hafa nú reynt að fara svona hóflega með þetta, en hann ákvað þarna að minnsta kosti í byrjun að senda út fjöldan allan af tilskipunum allt mögulegt og margar til þess fallnar að trilla einhverja, reyndar svo margar að menn ná ekki alveg að hamast í þeim öllum samtímis. Nei, akkurat. Hvar á að byrja? Og yfir hverju hefur verið að reiðast þér núna? En að fréttamiðlarnir ná ekki að skammast yfir 100 atriðum í einu. Nei, það er akkurat þannig, sko. Það er kannski til þess leikurinn gerður, auk þess að sýna að það sé komin breytt stefna, sem að sannarlega er, og maður var við mjög aukna bjartsýni í Bandaríkjunum á framtíðina. Já, efnahagslífið held ég að sé allt einhvern veginn að stefni í sömu átt núna og þetta verður mjög áhugavert að sjá hvernig bara hlutabréfamarkaðir og annað þróast næstu vikurnar á mánuðina. Já, og leið er þetta, eins og verðum áminning fyrir Evrópu og aðra mikilvægi þess að standa sig. Já. En voru ekki bara flestar fréttirnar sýndist mér nú vera af ræðu Elon Musk? Það var mikil hystería sem greip sig í tengslum við hana. Eins og oft það er ykkur svona aukatriði sem að fá mesta athygli. Á tímabili héldum en nú kannski að það atriði yrði það þegar að hljóðkerfið virkaði ekki við innsetningarathöfnina, átti að syngja lag. Já. Og söngkonan Carrie Underwood var mætt til þess. America the Beautiful held ég það heiti. Nema hvað, Trump búinn að klára ræðuna og svo átti að syngja lagið, spila, en þá fóru græðurnar ekki í gang.
og það var þögn þarna, vandræðaleg þögn þangað til einhver stekkur að söngkona segir, heyrðu, þetta fer bara ekki í gang. Og þá sagði hún, heyrðu, ég bara syng og gerði það með glæsi brag, söng bara já, án undirspils já, og kom bara ljómandi vel út. En svo að þessari athöfnlokinni þá voru fleiri, þá Trump fór beint að hitta, að þetta er náttúrulega mjög takmarkað rými þarna, fáir tildur sem komist fyrir í athöfnina sjálfa, en fólk hafi fylgst með þessu úr öðrum sölum og íþróttahöll eða einhvers konar sýningarhöll þarna skammt frá. já. Og Trump fór og hélt ræður þar líka til að hvetja sig til dáða og það mættu gestir. Það voru skemmtiatriði, Village People, sungu, YMCA og Trump dansaði með á einhverju leyti. En áður hafði Elon Musk fengið að segja nokkur orð. Og hann er náttúrulega svona sérstakur karakter. Hann var bara eins og krakki, hann var svo spenntur komandi þarna úr setningarathöfni þar sem hann var rétt hjá forsetanum ásamt öðrum fulltrúum tæknirisa sem ákvað að vingast við Trump þegar þeir sá í hvað stefndi. En Trump, Musk var alveg svakalega peppaður og þegar Musk í ræðinni nefndi Mars. Erum við strax konum með tilnefningu í yfir peppari ársins í næsta uppgjöri? Já, ég vil að segja það. Við verðum að halda því til haga fyrir næsta formáttuppgjör. Og hann fagnaði þarna, ég reyndar í hljóði með tilþrifum þegar Trump nefndi Mars og svo fekk Elon sjálfur að segja nokkur á fundi þarna eftir setningarathöfnina. Og mætir á sviðið baðandi út höndum, hoppandi og skoppandi yfir sig peppaður og spenntur og segir síðan nokkur orð, byrjar á því að segja það, svona er tilfinningin að vinna. Það er þá svona sem tilfinningin er. Og maður sem hefur auðvitað unnið marga sigra í gegnum tíðina en líklega aldrei verið en spenntur á þarna. Og fór mikinn í því að lýsa í hvað það væri gaman og lýsa þakklæti til fólksins þarna. Og í öllu þessu handapatti þá svona sett hann höndina á hjartað og kastaði henni síðan frá sér. Svona eins og vísa til stjarnana eða undirstreka það sem hann sagði, my heart goes out to you. Og gerði þetta í tvær áttir. Jæja, svo sá ég nú. Það fyrsta sem ég sá þetta var á X, þar sem að einhver skrifaði þetta myndband. Ég held að sé best að myndi sé myndbandið í heild áður en einhverjir fari að halda því fram að Musk hafi verið að segja Heil Hitler eða verið með einhvers konar nasistakveði það. Þannig að hann birti myndbandið í heild og ég hugsaði nú því ég sá þetta spýttum og við. Men megum ekki vera of paranoid þó að þetta vókliðið sé eins og það er og fjölmiðlarnir margir eins og þetta er. Það væri nú helst til langt seilist að fara að saka Musk þetta. En nei. Þessi maður hafði ekki verið meira paranoid en svo að þetta var aðalmálið. Og fullyrt, jafnvel í fjölmiðlum, og þetta barst til Íslands, að Elon Musk hefði verið þannig að gefa nasistakveðju á þessum kosningafundi. Svo auðvitað birtust fjölmargar myndir af alls konar fólki og öðru sem hefur verið teknar svipar aðstæður, þar sem það rétti fram höndina með sama hætti. Og þá allt í einu segja þessi sem hefur verið með ásakanirnar, já, en það verður að taka samhengið. Samhengið átti áður ekki að vera ábæra á þetta myndin að duga, en nú átti að taka samhengið af því að þetta skoða hvernig það hefði verið hjá þessu fólki hinu. Svo er það gert og það eru birta myndir þarna AOC, hvað hann nú heitir, þingmaður demokrata sem er nú svona hesti leiðtogi
harða vinstri sinns, öfga vinstri sinns í Já, já, Demókrataflokknum akkurat. og hafði farið mikinn þetta og sagði, það sjá allir hvernig þetta er og þetta er augljóslega nasista kveðja. Og það byrst myndband af henni með nákvæmlega sömu hreyfingar og Já, ég bel enn skýrari. Og af honum Frakklandsforseta var ekki jú, mjög afgerandi í þessum efnum. og fleira og fleira. En enga síður hélt liðið áfram og einhverjar að skrifa þegar þetta lið fer af stað, þá getur það orðið algjörlega kostulegt. Og það áttu nú bæði við erlenda og íslenska álitsgjafa á vefnum og einhverju fara að skrifa svona hér skrifar sérfræðingur í nasisma og ég get sem slíkur fullvisað ykkur að þetta var greinilega nasista kveðja. Það er bara verið að segja fólki að það þurfi ekki að hafa neitt hyggjuvit eða trúa eigin augum að því einhver sem titlar sér sérfræðing, hann segir að það sé svona. Já, einmitt. En mér finnst þetta svo skrítið og svo lýsandi fyrir viðbrögð þessa liðs. Maður hélt eða vonaði minnsta kosti að það myndi læra af reynslu og átta sig á því að þetta með að kalla alla pólitíska andstæðingar nasista, það hefði ekki virkað. Það væri hægt að virka. Það hefði ekki tímann gert það. En nei, þá bara er það fyrsta sem dettur í hug, á fyrsta degi að gera meira af því sama. Já. Og svo grafa menn sig dýpra og dýpra í hóluna og geta ekki komist tilbaka, fara að saka alla sem að benda á eða augljósa að þeim gangi eitthvað illt til og þeir séu bara reyna að verja nasista. Sko, þetta er til marks það að það er einhver algjör skortur á raunveruleikatengingu og skynsemi. Hvernig getur fólk látið sér detta það? Að Elon Musk, sem að hefur nú fram að þessu verið gagnrýndur af þessu sama fólki fyrir að vera mikið stuðningsmaður Ísrael og hafa barist fyrir frelsun gíslana þar, gengur með Davíðsstjörnu hálsinn sem hann segist að vera með þangað til að gíslunum hefur öllum verið sleppt, fór til Ísrael til að kynna sér aðstæður strax eftir hryðjuverkin og tala með þessum hætti allan tíman og fengi bátt fyrir frá þessu fólki. Nei, nú átti hann allt í einu að vera nasisti. Já. Og sko, Elon Musk er ekki vitlaus maður. Maður hefði haldið að það getur svona flestir átt að segja því. Og hefði eins klár maður, og Musk er þrátt fyrir að vera spastískur í hreyfingum, tekið upp á því á innsetningar af tíð í Bandaríkjunum að gefa nasista kveðju. En hugsunin nær ekki þetta langt hjá þessu fólki. Af því það er ekkert að pæla í innihald hvað liggur þarna undir. Og við sjáum þetta svo oft hjá þessu liði. Og eins og segi, það er svo svekkjandi að þetta skuli ekkert að lagast. Og ég hef alltaf talið að þetta væri svona, eins og Solzhenitsyn, rússneska, sovéska Nóbelskáldið orðað einhvern tímann stöðuna í Sovétríkjunum og sko valdhafana og þá sem að stýrðu umræðinni þar. Og ef ég man það rétt, það var eitthvað þá leið sko, við vitum að þeir eru að ljúga, þeir vita að þeir eru að ljúga, þeir vita meira að segja að við vitum að þeir eru að ljúga og við vitum líka að þeir vita að við vitum að þeir sé að ljúga. Samt halda þeir áfram að ljúga. Og ég hef alltaf litið svo á að svona tilburðir væru bara af þessum rótum runnir. Þetta fólk gerði sér fulla grein fyrir því að það væri að blekkja, en það væri bara leikurinn sem það spilaði. En svo, Bergþór, er ég að fá svona smátt og smátt það sem gæti verið hugljómun. Og ég fann að velta því fyrir mér hvort að þetta fólk alls saman trúi allir í dellunni sjálf, raunverulega.
Ég skal segja þér hvenær þessar vangaveltur byrjuðu hjá mér. Það var nóttina eftir frambjóðendakappræður til Trumps og Biden sem ég horfði á inn á hótelherbyggi á Akureyri og eftir þetta sagði ég, já, þetta fór nú bara betur hjá Biden en það hefði getað farið. Af því að ég taldi það bara sigur ef hann gæti klárað kappræðurnar standandi og jú, hann komst í gegnum það þrátt fyrir talsverðan vandræðagang en hann kom ekkert á óvart. En svo sá maður viðbrögðin, bara sjokkið hjá stuðningsmönnum Bidens. Hvort sem það voru fjölmiðlamenn á CNN eða annar staðar, pólitískir samherjar Bidens. Þetta fólk var bara í sjokki yfir framistöðu hans, hvað hann hefði verið léleg. Og ég held að það hafi verið raunverulegt og maður bara sá það á svipnum á fólkinu og vonbrigðum. Þannig að ég held að fólki hafi raunverulega trúað því sem að allir gátu séð að var lygi að Biden hafi bara verið í toppstandi og aldrei skarpari og svona. Þannig að kannski núna þá fullt af fólki þarna úti sem sér bara nasista í hverju horni og logandi hrætt við það. Það getur alveg verið. Og þá spurning hvernig nálgast maður þetta fólk. Þeir sem að vilja ræða málun út frá raunveruleika og innihald. Það þýðir vantilega ekkert að vera vondur við það, því að þá bara grefur það sig ennþá dýpra. Það náttúrulega afleiðing af því að vera með einhvern hugmyndaheim sem gengur ekki upp. Þá þarftu alltaf að fara dýpra og dýpra og grafa þig lengur og lengra. En einhvern veginn hægt að hjálpa þessu fólki upp úr hólum. Ef það raunverulega ímyndar sér þetta og líður svona illa, hvernig hægt að hjálpa þessu fólki? Því ekki hægt að láta undan því. Nei, það er eiginlega eina leiðin sem öruggt að ekki fær. En sko þetta er nú eflaust að einhverju marki svona sálgæslulegt, sálfræðilegt vandamál. En staðreyndin er auðvitað svo að svona þetta raunheima rof og skortur á skilningi á samhengi hlutana finnst mér búin að vera ágerast árum saman og hefur nú sennilega sjaldan verið verra en undanfarið. Þannig að það svona, en á sama tíma samt, finnst mér núna undanfarið, þá samt svona þessi svona málfrelsis hreyfing, ef svo má segja, hún að vinna víðast á og þú veist, það ekki í rauninni bara þetta opna samtal þar sem að fólk talar hvað sem við hvert sem í raun, bara á málefnalegum nótum, bara ræðum þessi mál og eins og til dæmis þetta dellu umræðan þessa meintu nasista kveðju Elon Musk. Þetta bara deyr þetta hjá öllu venjulegu fólki þegar það sér bæði sambærileg dæmi annarra sem engum dettur til hugar að brigsla nasisma eða fasisma og síðan bara þetta þegar menn skoða til að mynda bara hvað Elon Musk hefur sagt og gert í gegnum tíðina þá stenst þetta enga skynsemisskoðun og endanum með þetta hlýtur fólk að draga úr þessu dellumakkaríu sínu Já, maður vonar það og ég vonaði að tap demókratana í þessum kosningum yrði til þess að þeir færu svona einhverja svona sjálfsvinnu og færu aftur að huga því að reyna að verða gamli góði demókrataflokkurinn. En hann hefur náttúrulega verið yfirtekinn af svona einhverjum öfgaöflum. Öfgaöflum og gamla flokkskerfið mátt sín lítils gagnvart þeim. En þarna hefur það átt að geta snúið aftur og sagt nú þurfa aðeins að skoða hvað klikkaði á. Erum við búin að missa tengslin við fólkið? Erum við að tala eitthvað sem að fólki ekki að skapi? Hvað klikkuðum við? En niðurstaðan virðist bara vera svo að gera meira því sama. Alltaf ennþá. Ennþá, já.
þótt eflaust sé einhverjir svona í gamla baklandi flokksins sem að hefði viljað nota tækifærið til að rétta kúrsinn, þá eru hinir bara fyrri til og, og halda áfram að hamast á sama áttu á. Það minnir mig á grínmyndband sem ég sá rétt eftir kosningarnar, það er niðurstaðan lág fyrir, átt að vera svona stefnumótunarfundur hjá demókrötum. Og þeir voru að velta fyrir sér. Þetta fór nú illa núna. Hvað getum við gert til að vinna 2028? Og miklar umræður þetta. Og við þurfum að finna ný nöfn á hlutina. Og svo er niðurstaðan svo, við þurfum að gera það sama og við gerðum. Við þurfum bara að gera tvöfalt meira af því. Og þegar við öskrum á nasista, þá þurfum við að öskra hærra en við gerðum áður. En svo bara kemur þetta til á daginn að þetta er það sem við taka úr úrslitum kosningarna þarna. Já. Á sama tíma er þetta repúblikanaflokkurinn og allt annar flokkurinn en hann var. Já. Mitt Romney og þeir allir ekki kátir, og þú sér þegar að Dick Cheney og slíkt lið var farið að styðja demokrata, þá er gamli repúblikanaflokkurinn alveg búin að missa völdin þeim megin. Já. Þetta er breytt mynd í pólitíkinni. Það er þetta er mjög áhugaverð misseri framundan hvað þetta varðar. Já. Heyrðu, en nú fyrir að tala að því við erum með í útlöndum, það er handboltaleikur erlendis og eftir. Heyrðu, já, næsti leikur í kvöld. Já. Það er Króatía. Það eru Króatarnir, Dagur má ekki gera okkur óleik í kvöld. Þeir hafa nú oft gert okkur óleik, já, bæði í fótbolta og handbolta. Þeir hafa verið okkur erfiðir. Já. Vonandi ekki í þetta skiptið. Nei, en þetta verður spennandi. Maður horfir á þetta með öðru auganu. Ég ætla að skella mér á Þorrablót í kvöld og það er bóndadagurinn í dag. Það eru vonandi allar konur sem eru að hlusta búin að óska bónda sínum til hamingju með daginn. Eigum við að óska hvor öðrum til hamingju með daginn? Það er nokkuð. Já, til hamingju, þá gerir það allavega einhver. Já, það er rétt, til hamingju. Ég gerur aldrei að frúin þegar ég hitt hana eftir þá ég kost frá henni. Já. Það er við hæfi. En þetta verður það verður ábyggilega margir með síman uppi. Ég allavega svona gjóa augunum á meðan leikurinn enn í gangi og Þorrablótið að svona komast á sporunum. Segðu mér, hvernig var þetta? Þurfum við nauðsynlega að vinna þennan leik til að vinna riðilinn? Við höfum svo eftir Argentínu, Já, ég er ekki alveg viss á því hvernig það liggur, en allavega einhver sérfræðingur var að leiða það út að ef við vinnum leikinn á eftir þá séum við svona komin, já. Þá eru ættu að vera nokkur öryggi með. Já, þá erum við að spila verðlaunið, það ekki? Já, ef ég hef reiknað rétt, þá er mjög mikilvægt að vera í efsta sæti riðilsins. Já. Af því ef við verðum í öðru sætinu, mætum við líklega Frökkum í 8. úrslitum. Já, það er snúið. Og það væri betra að sleppa við það að mæta frekar Hollendingum eða Ungverjum. Já, akkurat. Í 8. úrslitum. Þannig að ef við vinnum það, þá erum við komin í undanúrslit. Já, akkurat. Sem að ég held að hafi ekki gerst áður á heimsmeistaramóti. Er það? Nú er minnið að svíkja mig. En þetta verður allavega spennandi. Ég fullir það ekki, en allavega það væri mikill árangur. Já. Heyrðu, en er þetta ekki orðið nokkuð gott hjá okkur í dag? Við bíðum spenntir eftir að þingið komið saman og við höfum eftir þátt hér á 5. daginn eftir viku, þar sem að þá verður nú svona verða mennfarnir að sýna enn og meira spilið, þá finnst mann líklegt að allt sem snýr að hver nefnda formennskum og þess að þetta liggi endanlega fyrir og svona hvar veiku punktarnir liggja hjá stjórnarflokkunum og hvar þeir hafa mestar áhyggjur á sjálfum sér, því að það eru þetta, eins og við þekkjum oft erfiðasti slagurinn, það er innbyrðis slagur stjórnarflokka þegar þeir sjá hlutirnir ekki alveg sömu augunum. Já. Og þú heldur áfram að funda með genginu?
Já, 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 Þingflokksformanna genginu. þetta mjagast alltaf áfram. Jöp. Kæru áheyrendur, takk fyrir að hlusta í dag. Við heyrumst aftur að viku liðinni og við borðum þorramat sem mest við megum í kvöld og dagan áfram. Og fyrir áhugasama þá verður miðflokkurinn með þorrablót 15. febrúar og ég held að miðar á það fari í sölu á miði.x .is á morgun laugardag. Þannig að fólk getur farið þar inn og tryggt sér miða. Þar verður fulltrúar sjónvarpslausra fimmtudaga með uppistand og fleira góðra skemmtiatriða. Jöp. En við bara þökkum fyrir í dag og heyrjumst aftur á vikuliðinni. Bless, bless. Takk fyrir, bless, áfram Ísland. Áfram Ísland.